Eins og ófluga, færi spikar úrslitaleikurinn ófluga nær. Þetta að bresta á Jói, hvernig leggst þetta í? Mjög vel bara, við erum bara rosalega spenntir fyrir þessu og fyrir þessu. Við bara værum alveg til í þetta, væri bara þess vegna á morgun en við erum að bíða einn dag í viðbót og það ágætt að einn dag í viðbót svona til þess að hugsa eins þetta og svona passa að maður hlaupi í gæssuhornin. Jó, þú komst eins og stórseipur inn í þjálfarateymi hérna hjá Þór K fyrir ári síðan og gerir stelpurnar af Íslandsmeisturum og nú ertu komið með á Laugardalsvelli. Er mikið öðruvísi undirbúningur fyrir þennan leik heldur en eins og bara fyrir, ef við segjum bara eins og lokaleikinn fyrir þegar áðurinn fengu bikarinn afhentan í fyrra, þarftu að gera stelpurnar einhvern veginn öðruvísi upp núna? Mér finnst ég svona sjaldan þurfa eitthvað sérstaklega að svona reyna að kveikja í bensíninu hjá stelpunum sko. Mér finnst það að vera alltaf mæta þokkalega vel hungraða til leiks og vilja mikið vinna og allt það. Það er svona bara starf okkar sem þjálfara er náttúrulega bara okkar móla. Það er svona að það séu nógu vel fókuseraðar þrátt fyrir sko að þetta sé svona stór leikur og þetta er svona svolítið ekkert svolítið, þetta er bara stærsti leikurinn á sumrinu fyrir alla, að vilja allir komast í eina leik alveg sama hvað hver segir og það er svona okkar hlutverk að stelpurnar mæti með hungrið, kraftin og viljan í botni en séu samt ekki svona komna fram úr sér. Þannig að þetta eru þetta náttúrulega sko sumar búið að vera pínlítil vonbrigði, ekki pínlítil, bara eru búið að vera vonbrigði þannig að nú kannski þarna eiga það eru möguleika á titli og vonandi kveikir svona ekstra í þeim. Já, við sko Íslandsmótið sem er náttúrulega svona stóra mótið í þessu öllu saman, það hefur gengið vonum aftar, það er náttúrulega bara ekkert flóknar en það og við höfum mistið okkur aftur og aftur má segja, við eiginlega svona náðum ekkert að fylgja eftir frábæri byrjun á tímabilinu þegar við vinnum meistarana og fáum annað stórt gull í skápinu og ég veit ekki, ég er svona hvort að við fórum aðeins svo mikið að berja okkur á brjóst þá eða halda að þetta kæmi svolítið mikið með vinstri, ég kann ekki alveg að útskýra það beint en Íslandsmótið klárlega vonbrigði, komið með meistarana í skápinu og stór bikar og merkur í augsýn og það sem er okkar núna að gera, það er það einfaldlega að setja þann bikar svona pínu svona eins aftar og við getum í bakheilann og hugsa fyrst og fremst það hvað við getum gert til þess að skapa okkur þann möguleika að vinna leikinn svo við getum verið að hugsa hvað lengra. Það er eftir náttúrulega ekki að líka tekið með sem ekstra nesti að þetta er eina liðið sem er búið að vinna Stjörnuna tvisvar í sumar, fyrst í meistaran og svo slóðum við þar út í bikarnum þannig að þær eru að blómstra í bikarnum. Já, þetta og ég meina við erum með rosalega gott lið, við erum með frábært lið, vel manna lið og hópurinn er orðin þannig hjá okkur núna að það er bara orðin sko svona líkamlega sár höfuðverkur þjálfarans að velja hreinlega bara 18 manna hóp. Þú þarft að skilja eftir svo sterka leikmenn að sennilega myndu 6-7 lið önnur í deildinni vera tilbúin að hafa þá leikmenn í hópnum sínum. Ég efast ekkert það, þetta er orðið erfitt en það er gott, það er víst jákvætt fyrir starf þjálfarans og fyrir félagins og Þór K að hafa 23 svo góða leikmenn að þú sett í stórkostlegum vandræðum með að skilja 5 eftir fyrir utan hóp. Það er kannski bara eins og ég stundu sagt í Palli Gísla, það er bara lúxusvandamál. Þetta er algjört lúxusvandamál og maður á ekki að kvarta, alls ekki og enda er ég ekki til því, maður er bara svona að þetta er mónt, við erum mónt og grös. Og Jó, þú ert spenntur? Já, þetta er náttúrulega, maður er auðvitað mjög spenntur fyrir þessu, þetta verður svaka stemning og þetta er eitthvað sem að fæstir leikmenn upplifa og sko og náttúrulega mjög fáir sem upplifað oftar en einu sinni þannig að stelpurnar sem við erum komnar í þennan leik, við erum komin með liði í þennan leik og menn verða bara að þakka fyrir það núna og njóta þess að upplifa þennan dag sem er algjörlega frábær fyrir þann sem tekur þátt í þessu. Það gleyma sér samt ekki og það þarf að vera einbyttur. Já, það má alls ekki gleyma sér, menn verða eins og Móli vil meina, menn með ekki vera eins og beljurnar á vorin, heldur kannski frekar eins og beljurnar á haustin.
Jói, svo bara vonum við að verði margir stuðningsmenn sem að koma og hvað telur okkar áfram? Ég hef heyrt að mjög mörgum sem að fara og það er frábært hérna yngri flokkarnir bæði og Þór og Káa að stefna sínum leikjum, Íslandsmótsleikjum á þessi helgi fyrir sunnan, þannig að við verðum þarna með vel á annað 100 iðkendur bara í yngri flokkum og það verður að háa að læti í þeim, þannig að þau eru náttúrulega sjálfsögðu keppa við jafnaldra sína hinum einn í stúkunni hver er með mesta háaðan og það er bæði hægt að keppa í því hver eru bestir og flestir. Vonum bara að við erum bæði bestir innan vallar sem utan. Við stefnum að sjálfsögðu á að vera það er ekkert annað í boði. Jú, ég segi bara gangi ykkur vel. Takk fyrir, sömuleiðis. Arna Sif Ásgrímsdóttir, kaptein eins og ég segi stundum við Svein Eilas, að taka hann í viðtal, þú ert fyrirliði. Er komin spenningur í stelpuna? Já, það er mikill spenningur. Ég var að segja við Svein áðan sko, hann hefur aldrei orðið Íslandsmeistari en hann hefur komist í bikarúrslitaleik. Þú hefur orðið Íslandsmeistari en aldrei áður komist í alvöru úrslitaleik. Er undirbúningurinn öðruvísi hjá ykkur fyrir þennan leik heldur en aðra leiki? Er það bara að reyna að halda bara þessu daglega lífi og hefðbundnum æfingum? Já, við reynum að halda bara öllu óbreyttu og fara inn í þennan leik bara eins og alla aðra. Þannig að rútínan er eiginlega bara svipuð og venjulega. Ég var nú að segja við Jóa að hérna sko, náttúrulega sko þó að Íslandsmótið sé búið að vera pínlítið vonbrigði þá allavega er ein dolla þá að þegar komin í hús og þið eru eina liði sem hefur lagt stjórnuna að velli í sumar og ekki eins og heldur tvisvar. Já, það er alveg rétt og þetta er eini bikarinn sem við hefum ekki unnið, við hefum búin að taka Íslandsmeistaratitilinn og meistarameistarana og þetta er það síðasta sem er eftir og það er alveg rétt, Íslandsmótið er búin að vera svona pínu vonbrigði og þetta er svona eina sem er eftir handa okkur og við ætlum náttúrulega bara alla leið með það. Ég var náttúrulega sko hress á minni, þeir tóku líka sko Lengjubikarinn hérna 2009. Já, og gleymdum honum, það er alveg rétt hjá þér. Þannig að það er líka dolla? Já, fullt af dollum. En segðu mér, hérna, eigum við ekki von á því, ég var að heyra það að verði alveg gríðarlegur fjöldi af yngri iðkendur bæði úr Þór og Káa sem verði á vellinum, eigum við ekki von á mikilli stemmingu? Jú, ég held að það sé alveg hellingur af fólki að fara í tónleik og vonandi bara verður bara búið upp á skemmtilegan fótboltaleik og því fylgir örugglega mikil stemming. Og þú náttúrulega búin að reyna að halda þér svona stresslausri? Já, ég lít á þetta bara sem venjulegan fótboltaleik. Ég er ekkert að hugsa hvað gerist þegar dómarinn flautar af. Þannig að það er ekkert meira stress núna frekar en hina dagana. Þú hefur sett kornung á hennu, þá er það náttúrulega gamal reyndur refur á henni í botnum, búin að spila svo lengi. Já, það er komin einhver reynsla á bak hjá manni. Arna, ég segi bara gangi ykkur vel og njótið dagsins. Já, takk fyrir það.